Á fyrri hluta síðustu aldar lét íslenska ríkið byggja verkamannabústaði til að tryggja láglaunafólki húsnæði á sanngjörnu verði. Í gegnum þetta kerfi fengu foreldrar mínir blokkaríbúð upp í Grafarvogi og þar ólumst við bræðurnir upp við öryggi sem ég held að börn lágtekjufólks í dag þekki ekki. Upp úr aldamótum var verkamannabústaðakerfi nefnilega lagt niður. Markaðurinn átti að sjá jafnvægið. Markaðurinn leiðréttir sig, er stundum sagt. Ef hann ofitnar þá sér hann sjálfur að kæla sig og svo framvegis, gott og vel. Á síðustu 20 árum hafa orðið almennar verðhækkanir á Íslandi upp á sirka 150%. En á sama tíma hefur íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkað sirka 450%. Markaðurinn leiðréttir sig, en hvað í fjandanum hann eiginlega að leiðrétta? Ég veit par sem þurfti að flytja 3 sinnum á síðasta ári. Er hægt að leiðrétta það kannski niður í 2 skipti? Ég þekki barnafjölskyldu sem býr í bílskúr. Er hægt að leiðrétta þennan bílskúr? Ekki að ég vilji alast upp í bílskúr. En á Íslandi í dag búa börn sem flakka eins og bakpoka ferðalangar úr einni skitinni kjallaraholu yfir það á næstu og ef markaðurinn treysti sér ekki til að leiðrétta það, þá verður bara einhver annar að gera það.